Sturlungaöldin var rúmlega 40 ára tímabil á miðri 13. öld. Hún er án efa ofbeldisfyllsta tímabil Íslandssögunnar, tími sem einkenndist af vígaferlum og gripdeildum. Sturlungaöldin dregur nafn sitt af Sturlungum sem voru valdamesta ættin á Íslandi á þessu tímabili. Í lok Sturlungaaldarinnar komst landið undir erlend yfirráð og við það lauk þjóðveldistímanum sem hófst við landnám. Ríkir og valdamiklir goðar kúguðu þá valdaminni til að selja sér eða gefa goðorð þeirra. Þannig söfnuðust goðorðin til fárra ætta. Í byrjun 13. aldar var mest öllu Íslandi skipt upp í valdasvæði 5 ætta: Sturlungar, Ásbyrningar, Svínfellingar, Oddaverjar og Haukdælir. Hvaða áhrif hafði þá á samfélagið að öll völd í landinu skiptust á milli þessara 5 valdaætta? Voru héraðsríkin komin til að vera? Hver var staða Íslands í alþjóðlegu samhengi? Við ætlum að tala aðeins hvernig einstaka höfðingjar reyndu að ná öllum völdum í landinu. Sagt verður frá tengslum þeirra við Noregskonung og hvernig hann reyndi að seilast til áhrifa hér á landi. Þá verður greint frá því hvernig baráttan um völd leiddi til eins konar borgarastríðs á Íslandi. Að lokum verður fjallað endalok þjóðveldisins þegar Íslendingar gengu Noregskonungi á hönd. Hún var heldur nöturleg heimsóknin sem Snorri Sturluson fékk að næturlagi þann 23. september árið 1241. 70 manna flokkur óvildarmanna var þar kominn til að hafa hendur í hári hans. Snorri bjó ríkmannlega í Reykholti í Borgarfirði, enda var hann einn valdamesti maður landsins. Héraðshöfðinginn Gissur Þorvaldsson fór fyrir liði innrásamanna, en hann hafði verið sendur á Noregskonungi sem taldi að Snorri hefði svikið sig. Snorri sá þann kost vænstan að reyna að felast, en ekki leið á löngu þar til innbrásmenn fundu hann og drápu. Aðförin að Snorra var að mörgu leyti dæmigerð fyrir þann tíma sem hefur hlotið heitið Sturlungaöld. Margir af helstu héraðshöfðingjum landsins höfðu gerst hirðmenn Noregskonungs. Því fylgdi mikill heiður, en leið voru þeir skuldbundnir til að gera eins og hann vildi. Konungur reyndi margoft að komast til valda á Íslandi. Þegar hér var komið við sögu hafði Snorri fallið í ónáð hjá konungi eftir að vera hirðmaður hans hríð. Konungur fékk því Gissur til að koma fram hefndum. Gissur hafði einnig gengið konungi á hönd, en til að byrja með gerði hann lítið til að koma konungi til valda á Íslandi. Með drápinu á Snorra hafði honum hins vegar tekist að ryðja úr vegi voldugum keppinaut. Sturlungaöld einkenndist af vígaferlum þar sem höfðingjar fóru gjarnan heilu héruðin með her manna. Frægustu orrustur Íslandssögunnar áttu sér stað á þessum tíma og má í raun segja að borgarastríð hafi geisað hér á landi. Þetta hefur verið heldur óskemmtilegur tími fyrir almenning, enda mæðir alltaf mest á honum í stríðum. Bændur máttu sætta því að vera kallaðir frá bílum sínum til að taka þátt í herförum höfðingja. Sá tími kom að bændum var nóg boðið og gerðu þeir kröfu til þess að varanlegum frið yrði komið á. Í upphafi 13. aldar voru Sturlungar búnir að byggja upp mikið veldi á Vestur- og Norðurlandi og orðnir langvaldamesta ætt landsins. Höfðingjar ættarinnar voru nokkrir og þeir voru ekki alltaf sammála þar sem persónulegur metnaður réði oft ferðinni. Þeir gengu manna lengst í því að brjótast til valda, enda voru helstu vígaferli Sturlungaaldar háð að þeirra frumkvæði. Það er því ekki að ástæðulausu sem þetta mesta ófriðartímabil í íslenskri sögu er kennt við þessa miklu valdaætt. Venja er að miða upphaf Sturlungaaldar við 1220 þegar Snorri Sturluson lofaði að koma landinu undir norsku krúnuna eftir að hafa gerst hirðmaður konungs. Noregskonungar höfðu lengi sýnt Íslandi áhuga. Frá því að landvinningar Norðmanna hófust á víkingaöld höfðu þeir komist yfir Færeyjar, Hjaltland, Mön, Orkneyjar og Suðureyjar. Einu norrænu byggðirnar á þessum slóðum sem ekki lutu valdi Noregskonung voru Grænland og Ísland. Eftir að Hákon Hákonarson komst til valda árið 1217 átti konungsvaldi eftir að styrkjast til muna í Noregi. Hann kappkostaði næstu áratugina að koma Íslandi undir sig. Hann tók vel á móti helstu höfðingjum þjóðarinnar og gerði þá hirðmönnum sínum sem þótti mikil sæmd.
Vandinn var hins vegar sá að þar með urðu höfðingjarnir skuldbundnir Hákoni enda nýtti konungur sér aðstöðu sína óspart. Hann ætlaðist til þess að þeir kæmu honum til valda hérlendis og var Snorri sá fyrsti sem konungur fékk til að sinna því verkefni. Snorri virðist hafa lagt lítið upp úr að sinna erindi konungs. Hann gerði helsti héraðshöfðingi landsins en hann byggði veldi sitt upp með kænsku fremur en hernaði. Hann gekk að eiga konur af ríkum ættum og gifti dætur sínar voldum höfðingjum, en það var löngu vinsælt hjá auðmönnum að bæta stöðu sína með þeim hætti. 19 ára gamall kvæntist hann Herdísi eingadóttur Bersa hins auðga. Þegar Bersi dó nokkrum árum seinna fékk Snorri mikinn auð sem og goðorð í arf. Upp frá því gerðist hann mikill og auðugur valdamaður. Hjónabandið endist hins vegar illa og skildu leiðir þeirra. Snorri skildi við Herdísi og treysti stöðu sína enn frekar þegar hann gekk að eiga Hallveigu Ormsdóttur sem var sögð ríkasta kona landsins. Valdabarátta Sturlungaaldar komst hins vegar á nýtt stig eftir að Sturla Sighvatsson, bróðursonur Snorra, gerðist hirðmaður konungs árið 1235 og lofaði þar með að koma landinu undir hann. Sturla var herskárri en Snorri frændi sinn og gekk nú í garð ofbeldisfyllsti tími Sturlungaaldar. Óhætt að segja að borgarastríð hafi ríkt í landinu næstu áratugina sem endaði með falli þjóðveldisins. Sturla lét það verða sitt fyrsta verk að reka Snorra frá veldi sínu á Vesturlandi og hrakti Snorri við þá úr landi og hélt til Noregs. Næsta skref Sturlu var að taka fyrir veldi Haukdæla á Suðurlandi, en leiðtogi þeirra var Gissur Þorvaldsson. Gissur gerði bandalag við Kolbein unga foringja Ásbirninga í Skagafirði gegn Sturlungunum. Sturla naut liðsinnis Sighvats föður síns, en hann réð ríkjum á Norðausturlandi. Það lá því fyrir að til mikilla átaka ætti eftir að koma á milli helstu höfðingja landsins. Fylkingarnar mættust á Örlugsstöðum í Skagafirði árið 1238, en talið að á 3.000 manns hafi barist þar. Sturla og Sighvatur biðu ósigur enda mættu þeir miklu ofurefli héraðshöfðingjanna, Kolbeins unga og Gissura. Létu þeir feðga þar lífið ásamt mörgum mönnum úr báðum fylkingum. Kolbeini og Gissuri hafði tekist að hindra fyrirætlanir Sturlu og glæða vonir konungs að komast til landsyfirráða. Hákon Noregskonungur hafði raunar nóg að hugsa heima fyrir, þar sem æðsti hirðmaður hans, Skúli jarl, gerði uppvirðis gegn honum árið 1239. Snorri Sturluson dvaldi hjá Skúla þær mundir en þeim var vel til vina. Snorri vildi fara til Íslands og vitja eigna sinna, en konungur bannaði honum að yfirgefa Noreg. Snorri hins vegar virti farbann konungs að vettugi og gekk til skips með orðunum út vil ek. Eftir að Hákon hafði borið sigurorð á Skúla, sendi hann Gissuri bréf þar sem hann segir Snorra hafa svikið sig. Konungur bað Gissur að senda Snorra til Noregs eða drepa hann. Gissur brást skjótt við og lét taka Snorra af lífi haustið 1241. Kolbeinn ungi tók við öllum ríkjum Sturlunga sem misst höfðu veldi sitt með falli Sturlu, Sighvats og Snorra. Héraðsríki hans náði yfir Norður- og Vesturland, en Gissur virðist ekki hafa hirt að stækka sitt yfirráðasvæði á Suðurlandi. Þeir virtust vera sterkir í sessi, enda var enginn í sjónmáli sem gat ögrað veldi þeirra. Þá gerðist það að Þórður kakali, sonur Sighvats Sturlusonar, kom frá Noregi. Hann átti harma að hefna, en staða hans var erfið þar sem veldi Sturlunga var fallið. Eftir að hrakist víð land, náði hann að lokum að safna lið á Vestfjörðum, en þar hefðu Sturlungar jafnan haft sterk ítök. Þórður ákvað að sigla með fjölmennt lið til Eyjafjarðar og endurheimta þar ríki föðursins. Hann komst hins vegar ekki lengra en út á Húnaflóa, þar sem hann mætti liði Kolbeins og tókst með þeim mikil sjóorrusta. Orrustan átti sér stað árið 1244 og hefur verið nefnd Flóabardagi. Kolbeinn náði að hrekja lið Þórðar tilbaka enda var hann með mun fjölmennari her. Kolbeinn átti ekki eftir að njóta sigursins lengi því hann var sóttdauður ári síðar. Áður hafði hann gefið Þórði kakala eftir hluta af veldi sínu sem réð þar með Vesturlandi og Norðausturlandi. Þórði hafði því tekist að endurheimta veldi Sturlunga.
Þórður vildi samt meira og fór með her manna til Skagafjarðar árið 1246. Þar kom til bardaga við Haugsnes og varð hann sá mannskæðasti í Íslandssögunni. Þórður bar sigur úr býtum, en alls munu 100 manns hafa fallið í orrustunni. Þar með hafði helmingur landsins fallið honum í skaut. Gissur Þorvaldsson var einn eftir af andstæðingum Þórðar, en leiðtogar Oddaverja og Svínfellinga héldu sig að mestu utan við valdabaráttu Sturlungaaldar. Sumarið 1246 kallaði Noregskonungur á þá keppinauta Þórð og Gissur á fund sinn. Þeir virðast ekki hafa treyst til þess að berjast hvor við annan, en af því að þeir voru báðir hirðmenn var brugðið á það ráð að fá konung til að skera úr mál þeirra. Konungur ákvað að senda Þórð kakala aftur til Íslands til að ná landinu undir sig. Hafði Þórður öll völd í hendi sér á Íslandi næstu árin. Þórður þótti hins vegar halda þeim fyrir sjálfan sig og ekki var hægt að sjá það að hann var að vinna fyrir konung. Konungur sagði honum þá að koma aftur til Noregs árið 1250 og átti Þórður ekki afturkvæmt til Íslands og varð hann bráðkvaddur þar í landi nokkrum árum seinna. Í stað Þórðar sendi konungur Gissur til landsins í von að honum gengi betur. Höfuðandstæðingar Gissurar Þorvaldssonar voru sem fyrr Sturlungar. Gissur náði skömmu eftir komuna til landsins sáttum við einn af helstu leiðtogum Sturlunga og skyldi sættin staðfest með hjónabandi barna þeirra. Var þess vegna mikil veisla haldin í tilefni þess að Flugumýri í Skagafirði haustið 1253. Ekki voru allir Sturlungar jafn ánægðir með ráðahaginn og vildu þeir hinir sömu koma Gissuri fyrir Kattarnef. Gerði hópur þeirra aðför að Flugumýramönnum og kveikti í bæjarhúsum. Fjöldi brúðkaupsgesta beið bana, en Gissur náði á ævintýralegan hátt að bjarga lífi sínu með því að felast í sýrukeri. Næstu ár einkenndust af valdabaráttu höfðingja þar sem ofbeldi var gjarnan beitt en enginn náði afgerandi völdum. Mikið öryggisleysi ríkti í landinu og hefur margur maðurinn þráð að fá að vera í friði með sitt sauðfé. Konungur reyndi að fá fleiri menn til liðs við sig, en þeir voru drepnir einn af öðrum. Gissur var eini hirðmaður Hákonar sem hélt lífi þessi örlagaríku ár, en konungur samdi hann jarls-nafnbót árið 1258. Honum gekk hins vegar illa að fá landsmenn til að gangast undir vald konungs. Það var ekki fyrr en að konungur sendi norska hirðmenn til Íslands árið 1261 sem bændur fóru að gefa sig. Íslenska þjóðveldið leið endanlega undir lok á tímabilinu 1262 til 1264. Á þeim tíma tókst Gissuri að fá bændur til að samþykkja að gerast þegnar Noregskonungs. Ísland varð skattaland hans með samningi sem löngu seinna kallaðist Gamli sáttmáli og hefur sú nafngild haldist. Sáttmálinn var gerður árið 1262 og staðfestur árið 1264. Með þessum samning gerðust Íslendingar þegnar konungs og hétu því að greiða honum skatt. Konungur hins vegar skuldbatt sig að halda uppi öruggum samgöngum milli landanna, sem voru mjög nauðsynlegar þar sem að Noregur var í raun og veru hlið Íslands að meginlandinu. Þá skyldi konungur einnig tryggja frið í landinu samkvæmt íslenskum lögum. Í Noregi áttu Íslendingar njóta ákveðinna réttinda, auk þess sem þeir þurftu ekki lengur að greiða skatt við komuna til landsins. Gamli sáttmálinn bar vott að Íslendingar gætu ekki staðið á eigin fótum. Þeim tókst ekki að halda friði í landinu þar sem ekkert yfirvald var til staðar til að gæta. Meginhlutverk stjórnvalda er að skapa þegnum sínum öryggi, en þar sem þjóðveldið skorti framkvæmdarvald gat það ekki sinnt þeirri skyldu. Þá virðast Íslendingar ekki hafa getað haldið uppi samgöngu við önnur lönd. Krafan að konungur tryggði siglingar til landsins bar vitni að þjóðin ætti ekki lengur yfir skipum að ráða. Enda var, eins og áður hefur komið fram, mjög lítið af timbri á landinu. Hún er jafnframt til vitnis að erlendum kaupmönnum hefur ekki þótt það spennandi kostur að siglingar.
Ástæðurnar fyrir falli þjóðveldisins tengdust að mörgu leyti valdabaráttu íslensku höfðingjanna eins og fram hefur komið. Aðrar skýringar fyrir endalokum þess tengjast tilraunum Noregskonungs til að komast hér til valda. Noregskonungur gerði íslenska höfðingja háða sér með því að gera þá að hirðmönnum sínum. Aukinn styrkur norska konungsdæmisins gerði konungi kleift að vinna að því að stækka ríki sitt. Það er mikilvægt að hafa í huga að gamli sáttmáli var samningur tveggja aðila, þar að segja Noregskonungs og íslenskra eignabænda. Konungur komst ekki til valda á Íslandi með hervaldi og Íslendingar misstu ekki öll völd þegar þeir gerðust þegnar hans. Það er hins vegar ljóst að samningsstaða Noregskonungs var sterk. Hann hafði hugsanlega getað bannað siglingar til Íslands að jafnvel ráðist inn í landið. Hagsmunir Íslendingar byggðust mjög á því að geta átt viðskipti við Evrópu og til þess þurftu þeir að njóta velvilja Noregs. Eins og alla milliríkjasamninga var gamli sáttmáli samkomulag hagsmuni tveggja aðila. Það má hins vegar alltaf deila hversu vel tekst til þegar slíkir samningar eru gerðir.